Í dag er 13. desember 2025, laugardagur og ég er hér heima á nokkuð björtum vetradegi. Það er marauð jörð og plúsgráður úti. Var á hjólinu, hjólaði bæinn og fór upp á listasafn og skoðaði þær merkilega sýningu Kristínar Gunnlaugsdóttur. Hjólaði svo heim og fekk mér hér súrmjólk í hádeginu og svo tók ég upp þessa bók hér, Séra Bragi ævisaga, Hrannar Bragi Eyjólfsson skráði. Hann er sonarsonur Séra Braga. Við séum í dagbók minni að við Hrannar höfum hist 14. ágúst 2019 fyrir 6 árum, en þá var hann með þessa hugmynd að rita ævisögu afa síns. Og það hefur hann gert með alveg stórkostlegum hætti. Það er Sögufélag Garðabæjar sem gefur út. Og þetta er falleg bók, hún er myndskreytt ríkulega og mikið af upplýsingum. Hann hefur stuðst við dagbækur Séra Braga og hvað hann hefur svona skráð margt eftir sig og skilið eftir sig góðar heimildir. Hér er á baksíðunni mynd af Hrannari og sagt frá bókinni og á forsíðunni þessi mynd af einu myndarlega og vörpulega manni, Séra Braga, sem var vinur minn og velgjörðarmaður. Og þessi bók, hún er nú bara upp á, hún er bara 652 síður, en hún er læsileg og afar fróðleg og skiptist í þessa hluti. Það er formáli, svo er fyrsti kafli víðförull æskumaður, annar kafli táningur og Siglufirði, þriðji menntskælingur Akureyri, fjórði frækinn íþróttamaður, fimmti já þinn vilja vera, sjötti vestur haf, sjöundi æskulýðsleiðtogi Reykjavíkur, 8 frumbyggi í Garðahreppi, 9 ungmennafélagi Stjarnan, 10. kafli skólafrömuður, 11. kafli Garðaklerkur, 12. kafli prófastur Kjalnesinga, 13. þjóðkirkjunnar, 14. forseti Þjóðræknisfélags Íslendinga og 15. kafli í Helgan Stein. Svo er tímalína, aftast tilvísanir, greinargóða tilvísanir, heimildaskrá og nafnaskrá. Fjölmargar góðar myndir. Þetta er alveg einstök saga og Bragi fæddist á Ísafirði. Hann hafði gaman af því að við værum báðir Ísfirðingar. Móðir hans var einhleyp, Ingibjörg Bjarnadóttir, fædd 1901, fædd á Neðra Vatnshorni í Vestur-Húnavatnssýslu og var 25 ára gömul. Og faðir hans Friðrik Helgi Guðjónsson, fæddur 1901 og 1991. En móðir hans sem var fædd sama árið dó 1979. Það segir föður Séra Braga: hann var skemmtilegur og litríkur maður, stórbrotinn í öllu sem hann tók sér fyrir hendur, gleðimaður sem naut líðandi stundar. Hann var upplýstjarfur, jákvæður að eðlisfæri, mun aldrei hafa kvartaði við einu eða neinu. Í brjósti bar hann eðlislega og djúpa samkennd með samferðamönnum sínum og vildi öllum vel. En móðir hans, hún bar í brjósti einlæga vonum að Bragi fengi góða æsku, yrði að góðum og gegnum manni, trúfesti, eljusemi og dugnaður, einkenndi Ingibjörgu, en hún var þess fullviss að trúin á Guð og Jesú Krist skipti sköpum í lífi allra manna. Þetta hann er að góðu fólki komin, en ekki gekk það hjá þeim að vera saman, svo hann er settur í fóstur og það er merkilegt. Ég ætla ekki að fara nánar út í það, en Bragi elst í raun upp á 5 heimilum. Þangað til hann er kominn á unglingsár og þá er hann kominn norður og loksins til föður síns, þó hann búi ekki í hans sama hús og hann öðru hús á Siglufirði. Og svo fer hann í menntaskólann á Akureyri. Og hann er allstaðar eins og foringi, hann er höfðun og hærri en flestir, vörpulegur, myndarlegur og mikill íþróttamaður og honum gengur vel á Akureyri og þar lærir hann margt
Hann verður enda fyrir því að veikjast af Akureyrarveikinni sem fór illa með marga, en hann slapp nú blessunarlega úr þeim hildarleik. Bókin prýdd fjölda mynda og afar gaman að sjá, og margar myndir af Braga við alls konar tækifæri, og alltaf hann að láta gott af sér leiða, og það eru fallegar tilvitnanir í margar af hans prýðilegu ræðum. Hann var vel máli farinn og flottur ræðumaður, og allstaðar hafði hann áhrif, og það alveg sérstakt hvað hann átti auðvelt með að fá fólk til að vinna með sér. Það er alveg sérgáfa að vera þannig leiðtogi að þú þarft ekki að gera allt sjálfur, heldur virkjarðu aflið í öðrum. Og það er þetta sem náttúrulega þarf að prýða trúarleiðtoga, að kveikja í fólki áhuga á málstaðnum og leiða það til góðra verka. Og þetta sem sagt, hann klárar menntaskólann á Akureyri, verður og hann fer til Kanada og verður prestur þar á Íslendingaslóðum, og það var nú ekki mulið undir þau þar, kaupi lágt og pressetir ekki tilbúið, og þau eru að búa í algjöru reisi með moldagólfi fyrsta veturinn, og það getur nú orðið kalt í Kanada, kannski mínus 70 gráður. Og þetta var erfitt, og Katrín ófrísk og fæðir fyrsta barnið Vestra, dóttur, og þau eru þarna að þjóna, en hann nær strax einhverjum tökum á þessu að kveikja eld í brjóstum Vestur-Íslendinga, og þjónar hann að mörgum kirkju, þarf að keyra mikið og þvælast út allt, alveg ótrúlega duglegur. Og þangað kemur á þessum árum, hann var nú ekki nema stuttan tíma hérna í Kanada, en Gunnar Thorodd sem borgarstjóri kemur hérna og heimsækir Íslendingaslóðir í Kanada, og hann hrífst af kraftinum í Braga, og það verður til þess að seinna hann kallaður heim til þess að vinna að æskulýðsmálum á vegum borgarinnar, og hann fer í það miklum krafti, og allstaðar Bragi þessi maður sem að kveikir og nær saman fólki og býr til hreyfingu kringu sig. Og það ótrúlega lýsingar á því hugmyndaaukin og hverju hann kom í verk í þessu leiðtogastarfi fyrir æskulýðin í borginni. Þá Reykjavík að vaxa eftir stríðið og mikil þörf fyrir að gera eitthvað fyrir æskuna. Þetta, og svo verður hann prestur á Keflavíkurflugvelli, það er að segja á Grænásnum, þar sem að bjuggu íslenskar fjölskyldur sem unnu fyrir varnarliði inn á vallarsvæðinu, og svo sinnti hann auðvitað Bandaríkjamönnum einhverju leyti líka. Og eftir þetta hvort þetta nú réttur röð hjá mig man ég ekki nákvæmlega, en það enda með því að þau byggja sér hús í Garðarhreppi. Þá lítið lóðir í Reykjavík, en nágrannasveitarfélögin fær að draga að sér fólk. Og í Silfurtúni, það er svæðið til vinstri þegar þú kemur yfir Arnarnesið og vinstri hönd, það er svona flatt lendi, og þar myndaði byggð fljótlega. Í Sveinatungu var svona forystumaður hreppsins og rétt hjá, og það sem nú Hagkaup á því svæði, og það kemur fullt af fólki og byggir í Garðabæ, fær lóðir, og þetta bærinn byggist upp fljótlega. Ólafur Einarsson verður sveitarstjóri snemma, og það farið alveg nýjar leiðir, það eru skipul og heilu hverfin, lagðar götur og malbyggar áður en að fólk byrjar að byggja. Það var algjörlega nýtt. Þannig að hverfin voru ekki bara moldar götur og forarsvað, heldur komið malbygg og rennusteinar og allt áður en að menn tóku skóflustungu fyrir sínum húsum. Mikil svona framfara kraftur í Garðbæingum, og þarna streymdi fólkin. Bragi verður virkur strax í því að með kvenfélaginu í Garðarhreppi að endurbyggja Garðakirkju. En hún hafði áður verið sóknarkirkja Hafnfirðinga. Þeir sóttu messur og helgihald í Görðum, eins og það heitir.
En svo vildu Hafnfirðingar byggja sína eigin kirkju, hún var byggð, þessi myndarlega kirkja í miðbænum í Hafnarfirði, Hafnarfjarðarkirkja, stundum kölluð þjóðkirkjan í Hafnarfirði til að aðgreina hana frá fríkirkjunni. Það var nefnilega að stofna fríkirkja í Hafnarfirði svipað leyti og fríkirkjumennir stungu þjóðkirkjufólkið af og byggðu timburkirkju og voru undan af í hana. Það var svona kraftur og samkeppni. Hvað sem því líður, þá var Garðakirkja lögð af og hún drabbaðist bara niður og var rústir einar, stóðu bara uppi útveggirnir að hluta til grotnaði niður að brotni bara farin esti parturinn af vesturstafninu ef ég man rétt og bara sem sagt eins og rústir. En hverfælegi fór ég það að endurbyggja þetta og safna fé og Bragi tók þátt í þessu með þeim og hann var prestur, hann var ekki með embætti þá, ekki prestsembætti, en hann og þeir garðhreppingar fengu æskulýð frá mörgum löndum og komu hópur af ungmennum sem vann við að hreinsa rústirnar og pússa eða múra kirkjuna utan og sækja drápuhlíðargrjót upp á Snæfellsnes og koma því í bæinn til slípunnar sem var síðan notað í gólfið. Þannig að þarna komu vinnufúsar hendur frá mörgum löndum og þetta akkurat svona var Bragi. Hann var alltaf að kveikja líf í kringum sig, alveg einstakur leiðtogi og kirkjuhöfðingi. Það var svo til að stofnað var garðaprestakall og út úr Hafnarfirði og því látið fylgja, inn í garðaprestakalli var sem sagt garðarreppur, Kálfatjarnarsvæðið, Kálfatjarnarkirkja sem á Vatnsnesströndinni og Bessastaðasókn. Þetta var sem sagt mengið sem að fylgdi garðaprestakall. Það er auglýst og Bragi vinnur kosningarnar með yfirburðum og er skipaður sóknarprestur í garðaprestakalli 1960 og eitthvað. Og þetta Garðakirkja er síðan, hún er vígð og fagurt guðshús og einstakur helgidómur að þjóna í og ég hef messað þar og jarsungið og ég veit ekki hvað og skýrt börn og stórkostlegt að vera þar, falleg, formfögur kirkja, góður hljómburður og eitthvað sérstök helgi í þessu húsi. Og það er svona allt sem að Bragi kom að, það einhvern veginn, það blómstraði og nú er kirkjugarðurinn í Görðum eftirsóttur legstaður og margir sem vilja hvíla þar og það prýðir staðinn að það er fagurt útsýni af kirkjustaðnum og úr garðinum yfir Hafnarfjörðinn og Suðurnesin og fallegt að litast. Og það er nú svona með þetta, þegar ég var í Noregi þá var kona í Hamri sem var handan við vatnið þar sem að kirkjan stóð, Neskirkja sín þjónaði og þegar þetta kona sem dó á besta aldri en hún vildi láta jarða sig í Neskirkjugarði vegna þess að þar var eins og fagurt útsýni og það er auðvitað svolítið skondið þegar láta fólk vil hafa gott útsýni en það vitnar náttúrulega trúna á lífið og framhaldslífið að lífið haldi áfram í hvaða mynd sem það er. Foreldrar mínir hvíla hérna rétt hjá séra Braga og Katrínu og ég fer á og til að leiðunum og þá fer ég með bæn yfir leiði foreldra minna og leiði Katrínar og Braga og voru yndisleg hjón og reyndust mér og Fríðu konu minni og okkur afar vel. En foreldrar mínir flutti í Garðabæinn 67, byggðu einbýlishús út á Arnarnesi og það var stutt þarna á milli, yngsti bróðir minn, hann fermdist hjá séra Braga og Bragi gift okkur Fríðu og þegar ég byggði hús og við byggðum hús í Garðabæ og svo varð ég fyrir trúarlegri endurnýjun og uppörfun og leiddi til þess að ég fór í guðfræði og starfaði sem djákni í Grensáskirkju með séra Halldóri Gröndal,
Sigurbjörn Einarsson vígði mig í það embætti. Og svo þegar ég lauk guðfræðiprófið þá var ekkert laust. Bragi vildi nú gjarnan að ég kæmi í prófastsdæmið hans. Hann vissi að það væri ár í það að Grindavík myndi losna og hann sagði mig þegar ég var að klára prófin: þú kemur bara til mín, ég skal reyna að skaffa þér hálft starf sem aðstoðarprestur hjá mér og við ræðum við Pétur biskup hvort hann vígði ekki í það embætti eða í það starf, það var ekki embætti sem slíkt. Og þetta varð úr að ég vígðist til þjónustu með Braga 1984 haustið í september, 30. september, og var vígður ásamt 3 öðrum guðfræðikandidatum og hóf störf með Braga og vann síðan skrifstofuvinnu með. Ári síðar losnaði svo Grindavík eins og við höfum gert ráð fyrir og ég sótti þar og við vorum 3 sem sóttum og það verður presskostningar og ég sigraði þær og við fluttum til Grindavíkur og þar þjónaði ég í 5 ár. Góðu fólki, kröftugum bæ og traust og góðu fólki. Þeir sem leiddu kirkjuna þar, Svavar Árnason sem hafði verið svona prímusmótor í sveitastjórn og í menningamáli organisti og yndislegu maður, og Óli Múrari sem kallaður var, sem var kirkjuvörður. Þetta voru stólpar og bara mikill fengur að hafa kynnst þessum frábæru mönnum. En Bragi er einn af þessum stóru mönnum sem að ég hef kynnst, eins og ég sagði í byrjun, vinur minn og velgjörðamaður, og ég er afar þakklátur fyrir að hafa kynnst honum. Það var svo mikið líf í kringum hann og hvernig hann mótaði í Garðabæ. Hann kom að því að stofna alls konar félög og allt sem var til eflingar mannlífi í Garðabæ. Það var hvað sem var skólarnir, tónlistarskólinn, íþróttafélagi Stjarnan. Hann var allstaðar, tók þátt í Rótari, fá kalla með sér og örfa alla bræðrafélagið. Pabbi var með honum þar og kallahópurinn með honum. Þeir stofnuðu til, fundu upp á því að afla peninga fyrir bygginguna með því að stofna til happdrætta og svo voru þeir með skuldabréfaútgáfu sem við fengum leyfi fyrir og allt gekk þetta vel og einhvern veginn tosaðist þetta allt áfram þetta stóra og mikla hús sem byggt var. Og Bragi var nú ekki, ég tek eftir því í bókinni, hann var ekkert alveg sáttur við hvernig bæjaryfirvöld þrengdu að lóðinni og gerðu það verkum að það varð að byggja kirkjuna seinna öðruvísi og snúin öðruvísi heldur en uppalega hefði verið hugsað, og þannig að hann var ekki fullkomlega ánægður með þetta, hefði viljað gera þetta öðruvísi en stoltur samt yfir því að hafa komið þessu og raunverulega byggt 2 kirkjur í Garðaprestakalli. Endurbyggt kirkjuna í Görðum og síðan byggt Vídalínskirkju. Og með því öllu þessu mikla gímaldi sem það hús er með undir margs konar starfsemi. Þar var tíma barnaskóli og það var það einhvern veginn að leigja og frá sér að fá tekjur og þetta var langt og mikið ferli sem að kostaði útsjónarsemi og samstarfi, bæjarstjórn og skólayfirvöld og allt þetta. Allstaðar einhvern veginn kom Bragi, gat hann náð fólki saman góð málefni. Bragi flutti flottar predikanir og sagði margt og það vitnaði í margar fallegar ræður eftir hann og fögur orð og hann var svo góður tónn í öllu sem hann sagði. Hann sagði nögt tíma við mig að sér, honum fyndist hann sjálfum ekkert vera mikill ræðumaður, en það var óþarfi fyrir hann að vera með þá minnumáttukennd eða hógværð, því að hann bara gerði allt afskaplega vel. Og svo var hann þegar hann var prófastur og fór að stjórna. Hann breytti hlutverki prófastan í landinu, hann bara segja það. Hann stuðlaði því að það voru stofnaði héraðssjóðir, eða hluti af sóknargjöldum fór í héraðssjóð og gaf þá prófastum og prófastdæminu tækifæri til þess að efla kirkjustarf og kalla fólk saman og örfa það og hvetja. Og héraðsfundir voru haldnir einu sinni á ári í Kjalarnesi og Kjalarnesprófasdæmið náði yfir Vestmannaeyjar, öll Suðurnesin, Hafnarfjörð og Garðabæ og Krýsuvík þá og allt það, og
neða býtu Krýsuvík, jú, já, láta það líka milli hluta, en upp í Mosfellsbæ, þannig að þetta var stórt og mikið prófasdæmi og mörg prestaköll og enn fleiri sóknir. Og ég man þegar fólki kom saman á héraðsfundum að hann stýrði þessu svo vel og það var alltaf einhver erindi flutt og það var matur og kaffi og fólk hittist og kynntist. Fólki af Suðurnesjum og Garðabæ og Hafnarfirði, utan úr Eyjum og ofan Mosfellsbæ. Allt þetta fólk kom saman og var að leggja á ráðin að efla starfið í prófstæminu. Og þarna var Bragi höfðinginn sem að stýrði öllu svo vel og hann hafði eitthvað einstakt lag á því að láta fundi aldrei fara fram úr í tíma. Hann hélt alltaf tímamörk og hafði þessa föðurlegu yfirsýn og stýring og öllu mildur og traustvekjandi og hlýr og glaður og þetta bros í andliti hans og augum hans og velvild gerði hann að svo sterkum manni og ég tek aftur upp bókina og sjáði bara þennan höfðingja hér. Þetta var stórkostlegur maður og ég afar þakklátur Hannari Braga og fjölskyldun hans fyrir að hafa farið í þetta og sögufélagi Garðabæjar að gera þetta með svona miklu myndan brag. Og ég eiginlega bara var hissa þegar ég var búinn að lesa þetta allt. Ég vissi náttúrulega að Bragi var mikill kirkju höfðingi og leiðtogi en hvaðan kom miklu í verk þar alveg með ólíkindum og áhuginn. Brennandi áhuginn, hann settist aldrei í helgan stein. Og þó hann væri komin á eftirlaun þá var hann eitthvað að stússa og í félagsstarf og annað með fólki. Það bara, þó var hann hætt að vinna pressverk og annað, var það að gera það auðvitað út af eftirmanni sínum og svo framvegis. Þá var hann bara svo brennandi fyrir framgang kirkjunnar og allt og hringdi í mig og alltaf að spyrja og þannig kemur nú frem í bókinni, hann hringdi stundum í mig minnætti, þá var ég sofnaður þegar ég var að vinna með honum í Garðabæ. Þá var ég að hringja klukkan 9 á mótana og þá svaraði hann ekki, ég náði ekki í fyrir hádegi því að hann vann yfir út á nóttinni og lagði sig svo til hádegis, svo fór hann í gang og vann fram á kvöld og þetta þegar börnin voru farin að sofa, þá gat hann farið að semja ræður og skipuleggja og láta sig dreyma verkefni næsta dags og allt þetta. Svona var hann, elskulegi vinnur minn. Og þau hjónin hvíla nú í kirkjugarðinum í Görðum, rétt hjá leiði foreldra minna og þegar ég fer þangað þá fer ég með bæni við leiði foreldra minna og ættmenna sem eru þarna fleiri og síðan fer ég alltaf að leiði Braga og Katrínar og signi yfir og þakka fyrir þau og bið fyrir fólkinu þeirra. Þetta nú svona þankar mínir þessa bók, þetta til með að taka þetta upp og ég ætla að birta þetta á vefnum mínum og vonandi eignist þessa bók og lesið hana, spjaldan á milli og ef ekki þá flettið í henni og lesið kafla og kafla. Þetta mannbætandi verk og sýnir það hvað kirkjan hefur haft mikið að segja í samfélaginu og því miður þá nú svona einhver doði yfir fólki eða svona tilfinning fyrir því að þessa ræturskiptingu máli. Ég ætla að enda þetta með dæmisögu af Kónguló. Það var Kónguló sem átti stóran vef og hún fór daglega vefinn til þess að laga og styrkja böndin og gera við og stekka vefinn og allt þetta. Og einn dag þegar hún orðin býsna fullorðin, þá hún að fara í sína daglegu eftirlitsför vefinn og gera við og bæta og laga. Og vefurinn hann þarna í stóru tré og þá sér hún að það þarna þráður sem að liggur upp í loftið og hverfur þar inn í laufþykknið og hún fer að velta því fyrir sig hvaða þráður þetta sé nú. Hvort að hann sé nú til einhvers gagns og hún eitthvað að hugsa þetta þegar hún að stússa í vefnum og svo þegar hún kemur að þessum þræði þarna uppi þá hugsaður með þessi, ég klippi bara hana þráð, hann óþarfur þessi. Og hún klippir á þráðin.
að þetta var þráðurinn að ofan sem hélt öllu uppi og þegar á hann var klippt, þá hrundi vefurinn og þá hrundi heimur kóngulóarinnar og dagar hennar voru taldir. Dæmi segja það að við klippum ekki á ræturnar og eyðileggjum ekki í menning okkar og köstum henni ekki á glæ, heldur reynum að halda henni við með störfum okkar. Hvar sem við erum, þá erum við samverkamenn Drottins. Getum lagst á árarnar með öðrum, með prestum og safnaðarleiðtogum og kirkjufólki, launuðu og ólaunuðu, og með því að kenna börnunum okkar bænir og að elska Guð og náungan. Þetta skiptir máli. Menningin okkar öll, menning Vesturlanda, hún öll komin úr gyðing kristinni uppsprettu. Það er Gamla testamenti og Nýja testamenti sem uppspretta af öllum mannréttindum Vesturlanda. Löggjöfin og allt á Vesturlöndum, það allt komið frá gyðingum og kristni. Þetta vildi ég segja ykkur hér á þessum laugardagsmorgni, þessum bjarta vetrarmorgni. Það fer að styttast í að daginn fara að lengja aftur. Svona nú veturinn, hann hefur verið mildur núna. Getur þetta komið él og ég er bara að óska ykkur helgrar aðventu og gleðilegra jóla og farsæls nýjárs. Góðar stundir.